Við búum hérna á þessu frábæra landi þar sem við höfum mjög mikið náttúruvá og náttúruöfl sem hafa bara áhrif mikið á okkar daglega líf. Það bara mjög brýnt að við sem að mennta fólk til áhrifa á þessum sviðum svo að þekkingin tapist ekki. During my study at the university, I've led several research projects and participated in many other projects. During my studies here at the University of Iceland, before I joined the Med office, I have been able to learn a lot about the climate, about hydrology, about precipitation patterns, about also a lot of statistical methods that are used to actually post-process and deal with these kind of big data. This prepares you for leading research and participate in real world. Þetta góð þekking sem við fáum. Við erum svona bara í miðjunni á þessu öllu sem að ske hérna á Íslandi. Við erum með jarðskjálfta, við erum með eldgos, við erum með flóð, jökulflóð, vatnsflóð, veðrið og í náminu þá farið svolítið vel í þetta allt. And most importantly as well, what I've learned from my studies is that how we can prevent or try to mitigate or adapt to more precisely the impacts of climate change. Það mjög mikilvægt fyrir okkur sem fólk sem búum alveg ofan í þessum helstu náttúruvár atburðum eða möguleikum, eldfjöllunum, upptökum þar sem jarðskjálftar eru, snjóflóð, skriður og fleira, að vera með gott vöktunarkerfi og hafa gott fólk sem að sinna þessu allan sólarhringinn. My job is to kind of predict the earthquake ground motion parameters that affect the buildings and infrastructures. I'm involved in climate research and creating climate data, and I was heavily involved with the climate atlas. This is the sort of the first open source online platform where you have access to climate data, climate projections, showing how the climate in Iceland will change over the coming decades. Það mjög mikilvægt að Háskólinn og Veðurstofan vinni svona náið saman upp á þekkingu og reynslu þegar kemur að náttúruvánni. This collaboration ensures that the state-of-the-art knowledge from university is easily and continuously translated into reliable forecasts, warnings and monitoring at Met Office. All together supports decision making and keeps society safer. Rannsóknirnar og vísindin á þessu sviði eru mjög mikilvæg. Það alltaf einhver þróun í þessu, bæði tæknilega séð og líka bara í náttúrunni sjálfri. Og því bara mikilvægt fyrir okkur að hafa þetta fólk til þess að vera að fylgjast með og vera að rannsaka það sem í gangi. The close collaboration between the science and scientific advancement that are developed at the university would benefit practical roles at the Met Office. For example, a new scientific advancement that are developed at the university is continuously tested, developed and resulted for example, early warning system. I believe that science and research are the most important and main tool to actually relay this information about these obviously very important and critical changes. I feel very happy because I know my duty is totally and directly related to the safety of the society. I wake up in the morning and I feel like I'm doing something good, or I finish work and go home and I feel like, yeah, I've done something good to the world today. Maybe.